Við erum enn í verkefni 7, nú er þetta tafla 2, uppsteiking á lambakjöti, þetta er á blaðsíðu C17. Ég er búin að setja inn textan hér. Ég ætla að setja annan ramma utan efstu línuna og fer ég hérna í Borders and Settings og ég get valið eitthvað annað útlit, til dæmis þetta hér. Þetta er cell, það er bara þessi lína þetta hól sem er valið. Ég ætla að smella hér og ég ætla að fara í paragraf og ég ætla að velja 2 punkta fyrir ofan og neðan allan textan í töflunni. Og þá lítur þetta svona út. Þið breytið dálka eins og sagt í lið númer 3 og skrifuðu inn alla textan. Ég ætla að merkja töfluna. Fyrir references, insert caption, nú kemur tafla 2, nú er búin að merkja töflu 1, gerir 2.1 orðabil og skrifa uppsteiking á lambakjöti og ég er búin að sameina hólf og móta textan, þið eigið að kunna það. Hérna er síðasta taflan sem ég er búin að slá inn, hérna er fyrirsögnin, textin, búin að sameina hérna hólfin, mjókka þessa dálka. Þessi er þá svona breiður. Nú ætla ég að smella hér í og velja útlit á töfluna. Table Tools, Design og Layout fliparnir verða sýnilegir og þið getið valið útlit hér. Til dæmis þetta hér, þá kemur þetta svona. Og við ætlum að hafa bil fyrir ofan og neðan textan. Þið getið farið hérna á Home og valið hérna í paragraf. Það er líka hægt að velja hérna beint í layout. Það komi hérna 2 punktar fyrir ofan og neðan. Og fyrirsögnina hér ætla ég að hafa á miðri línunni. Þannig að það sé jafnt bil fyrir ofan og neðan. Ég ætla að feitletra og stækka aðeins letrið. Og útlitið sem í designflipanum er þannig að það kemur hérna önnur hver lína kemur aðeins dekkri. Nú ætla ég líka að merkja þessa töflu hér. Þá fyrir ég references, insert caption og ég segi bara OK hérna, skrifa 2 orðabil. Macintosh og þá lítur þetta svona út. Og ég ætla að kalla í töflu yfirlitið. Svolítið lítið pláss eftir á síðunni hjá mér. Ég ætla að minnka þetta örlítið hérna. Og skulum sjá. Fer hérna í töflu yfirlit. Og ég fer í references, insert table og figures. Ég fæ upp hérna tafla, ef ég fæ eitthvað annað hér í caption label þá þarf ég að fletta til ég sé tafla og ég vil ekki hafa númer á blaðsíðunum, þannig ég tek hakið af og segi OK. Og þá kemur töflu yfirlitið hér.